Í næsta lið hins vegar, þá ætlum við að fara í það sem að stendur hérna að samfélag áhrifavalda nötrar eftir að Enoch virtist gera lítið úr Birgittu Líf, settu franskarnar í pokann. Þetta áhugavert. Allt fór af hjörunum í samfélagi áhrifavalda í gærkvöldi þegar Enoch Vaff Jónsson virtist gera lítið úr barnsmóður sinni Birgittu Líf, Björnsdóttur með kuldalegri athugasemd á samfélagsmiðlum. Eins og alþjóð veit voru Enoch og Birgitta par í rúm 3 ár og eignuðust saman son. Þau greindu frá því að sambandið þeirra væri lokið í apríl á þessu ári. Birgitta nýtur nú lífsins í Cannes hjarta frönsku rivierunar ásamt vinkonu sínum í LXS, en þar halda þær upp á 5 ára afmæli hópsins. Vinkonarnar eru ekki vinsalasti áhrifavalda hópur landsins fyrir ekki neitt og því rignir inn myndum og myndskeiðum á helstu samfélagsmiðla. Á TikTok-reikningi Ástrósar Traustadóttur birtust myndband þar sem Birgitta Líf gengur geislandi fram við undirleik lagsins Let Me Love You með Ariana Grande sem gefur í skyn að hún horfi björtum augum til framtíðar sem einhleyp móðir. Eitthvað virðist myndbandi hafa farið fyrir brjóstið á Enoch sem birtir eftirfarandi athugasemd undir myndbandinu, settu franskarnar í pokann. Hvað þýðir það? Hérna getum við séð kommentið. Lágmenningalæsir netverjar voru fljótir að átta sig á skotinu en að ræða slangur sem notað til að niðurlægja einhvern og koma honum niður á jörðina. Athugasemd Enochs féll í grýttan jarðveg hjá netverjum sem létu hann heyra það og háværar umræður sköpuðust málið á hinum ýmsu spjallsíðum eins og til að mynda Beauty Tips. Þar túlka margir orð sjómannsins Enochs hans að segja Birgittu Líf að fá sér almennilega vinnu. Ég hef nú alltaf talið þetta þannig að þetta svona, ég man eftir þessu mím nota þegar einhver að, skal ég segja þér, að þetta svona að vera að segja bara, já, heyrðu, vorum við ekki saman í skólan og bara, just put the fries in the bag, dude, og svona, já, þetta á að vera svona eins konar niðurlæging fyrir einhvern. En, mitt take á þessu sem enginn bað aftur á móti það að þetta er barnsmóðin. Þið eigið að sýna hvert öðru virðingu á almannafæri. Algjörlega óháð hvar þið standið í persónulegu samskiptum. Barnið ykkar mun sjá svona hluti, það vil enginn, þetta er ekki hlutur sem átt að vera viður á almannafæri. Ef það jafnvel, hvort sem að vera tálmannir, það getur verið hvað sem er. Ef eitthvað slíkt í gangi, þá fer maður með það rétta leiðir. Ég ekki að segja slíkt sé í gangi, ég bara segja ef það eitthvað ósætti, alveg sama hver ástæðan þá ferðu með það rétta leiðir. Það ekkert sem að réttlætir það að foreldrar barna séu að drulli við hvert annað á almannafæri. Það mikilvægasta í öllum samskiptum þegar fólk hefur átt börn saman, það að þið umberið hvert annað fyrir barnið. Þið eru tengd for life, bara act like it. Það er bara mjög nauðsynlegt. Þannig að þú veist, bara sem dæmi, ég og barnsmóðir mín hættum saman fyrir löngu síðan. Við vorum ekkert rosalega sátt í langa tíma eftir. Hún sagði aldrei slæmt orð mig við son minn. Svoleiðis á þetta að vera. Ég er ógeðslega heppinn með svoleiðis. Alveg saman átt okkur hafi ekki lynt saman og allt svoleiðis, eða þú veist, í einhvern tíma við erum góðir vinir í dag og allt svoleiðis. Þetta er bráðnauðsynlegur hluti af því að vera foreldri. Þú setur hagsmuni barnsins ofar þínum, alltaf. Og hagsmuni barnsins liggja ekki í því að foreldrarnir sé að rífast á samfélagsmiðlum. Það er mitt take í þessu öllu saman.